örlagaríkasta mál í Sturlungu þessi óvinátta sem verður milli Kolbeins Tumasonar og Guðmundar góða biskups. Hann verður biskup í skjóli Kolbeins og síðan verða þeir miklir óvinir og Guðmundur bannsyngur Kolbein og úr þessu verða alveg ótrúleg vandræði og styrjaldar ástand í landinu. Hvað segir þessa deilu? Og þetta náttúrulega miklu víðtækari deila þetta bara á milli tveggja manna. Þetta náttúrulega deilan á milli goðaveldisins og kirkjuvaldsins og við vitum það Guðmundur dýri, Guðmundur góði segir, hann fer út 1201 til þess að taka vígslu og ásamt Hrafni Sveinbjarnarsyni sem var hans fylgdarmaður en hann í 2 ár út í Noregi hjá erkibiskupi í Niðarósi og eins og maður hefur tilfinningu fyrir þá breytist hans skoðun ansi mikið og hann unni færður þarna færður svolítið til. Hann verður eftir þessa veru þarna þá hann orðinn einlægur fylgjandi stefnu kaþólsku kirkjunnar. Sem sagt að kirkjan ráði kirkjunarlög og landslög þau séu ekki sömu lögin og þarna verður í rauninni þessi árekstur á milli þessara tveggja póla. Annars vegar á milli Kolbeins unga sem hendur upp í gamla þjóðveldinu. Kolbeins Tumasonar, já. Og svo hins vegar Guðmundar góða sem búið að svona viðbóta kristna eins og maður getur sagt að hann orðinn fylgismaður kaþólsku kirkjunnar og telur þau lög eigi að gilda sem að gilda presta og þar sem að lítur að kirkjunni. Þarna verða náttúrulega til tveir sterkir pólar sem að takast á einmitt í sambandi við þessa biskupskomu Guðmundar að Hólum.